Já, dýrðin þín drottin. Og það dásamlegt að geta sungið þetta í heimi, þar sem dýrð Guðs mörgum ósýnileg og nafn hans ekki halda á lofti. Við erum í heimi sem að höfðingi þessa heims, eins og Kristur kallaðan, búinn að ná óhugnanlegum árangri í að rugla og blekkja. Svo óhugnanlega okkur stundum fallast hendur og við sem að höfum þessa þó átaklegu sjón á ástandið, sjáum bara óendanleg verkefni bænar og íhlutunar og bara að ganga fram í djörfung því að við getum ekkert í eigin mætti. Við erum í heimi þar sem að það má ekki lengur heita maður og kona. Og við vitum það öll. Og við sem að treystum Guði, við sjáum það fólk sem að skilgreinir sig eitthvað annað en það fæddist, við sjáum það sem fórnarlömb, blekkinga og í fullum kærleika segjum við finnum til með þeim. En við viljum ekki endilega vera sammála þeim. Við viljum ekki samþykkja það sem í gangi. En svo alvarlegt þetta ástand víða orðið að í Bandaríkjunum, bara sem dæmi, þá var 2 ungum drengjum, unglingum, vísað úr skóla með strangri skömm af því að þeir höfðu eitthvað við það að athuga að stúlka sem að skilgreindi sig sem ungan mann eða dreng var semst farin að nota klefana þeirra, fataklefana, komin inn á þeirra svæði og inn á þeirra salerni og hún tók upp viðbrögð þeirra, eins og unglingum með tamp, þá kannski voru þeir eitthvað að skensast við hann, að þeir samþykktu ekki þessa stúlku sem eina af sínum, sem dreng eða ungling, heldur voru eitthvað að, með athugasemdir eða andmæli hvað hún væri að gera inn í þeirra fataklefa. Og hún tók þetta allt upp úr síman og klagaði og þeim var vísað úr skóla. Nú þetta mál í ferli og foreldrarnir berjast. Þeim var vísað úr skóla í 10 daga eins og einhverjum ótýndum glæpamönnum. Þetta heimurinn í dag. Þetta það sem kallaði þetta vókreyfing og svona. Semst, ef þú samþykkir ekki hugmyndafræði ákveðna hópa, þá styrkur þeir orðin slíkur að við sem teljum fólk vera bara, fætt í einu kyni og vaxið upp sem slíkt, svona við köllum þetta venjulega normalt fólk sem bara annarkvort drengir eða stúlkur, að það býður lægri hlut, það lendir í vandræðum. Annað sem að gerist hérna í bara nágrannalandi okkar í Bretlandi, þar var predikari, þetta dæmi það ástand sem að við erum að horfa á í heiminum í dag. Það var kristinn predikari sem var að predika í Bristol og hann var að tala með Kóraninn og Biblíuna, hann var að tala munin milli kristinnar og Íslam. Nú eitthvað að því, má ekki tala þennan mun og áherslur. En þetta pirraði einhverja vegfarendur, þeir eru orðin mjög blandað samfélag og einn sem að horfði á, hann reyndi að ráðast á predikarann og stinga hann með hnífi. Og annar sem að horfði á, ég reikna með þetta hafi verið múslimar, hann hótaði semst ætla að berja konun hans.
Síðan náðu þeir honum niður í götuna og sem sagt voru bara virkilega harðir við hann og þeir reyndu að hrifsa Kóraninn í burtu og segja að þetta væri þeirra bók. Svo hvað haldið hafi gerst þegar lögreglan kom? Þeir gerðu ekkert við árásamennina, þrátt fyrir að þeir væri að halda áfram að hóta þessum prédikara, þá horfði bara lögreglan á. En í staðinn sagði þessi ungi lögreglumaður að hann, prédikarinn, gæti átt hættu á handtöku vegna þess að hann hefði framið brot á almannareglu. Og hver er almannareglan? Jú, það sem ég var að lýsa áðan, drengjónum var vísað úr skóla, prédikarinn er jafnvel á yfir höfði sér handtöku og ef maður fá þetta svona svolítið í skýrum dráttum að kristinn prédikar og konans urðu fyrir árás á götu úti og lögreglan gerði ekki neitt. En samt sem áður þá kom nú þarna eldri lögreglumaður að og hann sagði að prédikarinn yrði samt sem áður ekki handtekinn. Og það varð ekkert, ég meina þeir sem réðust á hann, þeir fengu ekki eins og skömm í hattinn. Hann var bara af yngri lögreglumanni varaði við því hann yrði hugsanlega fyrir handtöku. Þetta er svolítið fréttabrot af þeim heimi sem að við búum við í dag. Og við erum mjög nálægt þessu, við vitum ekkert, það er bara kallaðar hatursáróður ef þú hefur aðra skoðun, þó að hún sé samkvæmt jafnvel byggð á Guðs orði, þá er það náttúrulega kallað trúarofstæki, við virkilega eftir að heyra meira af þessu. En ég ætla ekki að tala meira fréttir dagsins í dag, ég ætla að lesa það sem að verður á morgun í þessari yndislegu bók, Daglegt líf, og heitir Helgun. Algjörlega helguð, líkami, sál og andi. Og þetta er úr 1. Þessalónikubréfi, 5. kafla og 23. versi. En það segir, en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar, sál og líkami varðveitist alheill og vammlaus við komu drottins vors, Jesú Krists. Við þurfum að hugsa okkur hvað sem ádynur. Helgunin var sett fram í heilari ritningu og hún snertir alla mannveruna, anda, sál og líkama. Þar kemur fram hinn sanna hugmynd algjöra helgun. Páll biður þess að söfnuðurinn í Þessalóníku fái notið þessara miklu blessunar þegar hann segir, en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar, sál og líkami varðveitist alheill og vammlaus við komu drottins vors Jesú Krists. Við þurfum að varðveita og halda í þessa helgun. Sönn helgun er algjör undirgefni undir vilja Guðs. Þverúðar fullar hugsanir og tilfinningar lúta þá í lægra haldi og raust Jesú vekur nýtt líf, sem streymir alla mannveruna. Þeir sem sannarlega eru helgar munu ekki setja eigið álit sem staðal rétt og rangt. Þeir eru ekki þröngsýnir eða sjálfsbyrgingslegir, heldur gæta þeir sín og hugleiða ávallt hvort misbrestur hafi orðið á hjá þeim að uppfylla skilyrði sem fyrirheitin byggjast á. Biblíuleg helgun er ekki fólgin í sterkum tilfinningum. Í þessu efni fara margir villur vegar. Já, en það líka áróðurinn í dag er hlustað á hjartað. En hjartað er reikfullt í mannlegum skilningi. Þeir telja tilfinningar vera forsendu. Þegar þeir eru kátir og hamingjusamir telja þeir sig vera helgaða. Sælukennd eða skortur og gleði er alls engin sönnun þess að maður sé helgaður eða ekki. Helgun á stundinni er ekki til. Sönn helgun
er daglegt verk sem heldur áfram lífið á enda. Þeir sem daglega berjast við freistingar til að vinna bug á eigin syndsamlegum tilhneigingum og leita helgunar á hjarta og lífi, gera engar steigurlátar fullyrðingar heilagleika. Þá hungrar og þyrstir eftir réttlæti. Syndin er í þeirra augum yfir máta syndug. Sönn helgun er ekkert minna en að deyja daglega sjálfum sér og hlýða vilja Guðs dag frá degi. Þetta segir Ellen G. White og ég hjartanlega sammála henni. Við skulum syngja upp á hæð skín við oss.